þú ert strengjabrúða hvort sem þú vilt það eða ekki. Það eru það allir. Við ætlum að minnka það. Hvað er strengjabrúða í þessu samhengi? Strengjabrúða er þess að þegar aðrir hafa stjórnaðir. Þau geta sagt eða gert eitthvað hluti til þess að fá þig til að gera eitthvað hluti og yfirleitt veistu ekki að því. Þau vita það að gera ómeðvitað, þá vita þau að gera þetta við þig, pæla ekkert í því eitthvað svona en þau vita innst inni og þá ert þú strengjabrúða þeirra. Þannig að þau stjórna þér. Og svo það fjarstýringin. Að vera með fjarstýring á einhverjum er ef ég veit hvað særi þig eða gerir þig pirran á reiðan, þá stjórna ég þér með fjarstýringu. Ég ekki bara ég ætla að láta hann reiðan í dag, ég ætla að láta hann vera fúlan í dag. Þetta er líka með að þú ert að keyra og einhver er að keyra hægt og þú verður pirraður eða reiður. Það er með fjarstýringu að þér. Og við viljum minnka eða taka fjarstýringuna frá fólki. Og ég ætlum að tala þessa hluti. Og ég ætla að byrja að sögu. Ég var að vinna sem pípari. Það kemur ný starfsmaður, búin að vinna hana í einhvern góðan tíma og við erum að gera hluti sem ég er búin að gera 100 sinnum áður. En þessi strákur, hann vissi alltaf betur, hann var aldrei unnið sem pípari, hans leið var alltaf betri og hann var alltaf að reyna að finna nýjung og gera eitthvað annað eitthvað svona, og það var rosalega erfitt að vinna með honum. Því að við lentum í því að við vorum að gera einhvern hlut, við vorum búin að gera allar metur, þá vildi hann endilega fara að gera þetta öðru í sig. Og ég var alveg komin nógan og það endaði við fórum að rífast. Gæraliftu hann, ég var eitthvað lengst uppi þannig að ég veit eitt hvort maður gengið í skrokka á honum ekki eða við gengið í skrokka okkur öðrum. Ég var brjálaður, mjög rauður og við hendum eitthvað svona orðum á okkur annan og eitthvað svona mistu smá stjórn á mér. Svo liðu 2 mánuðir og á þessi 2 mánuðum þá var hann alltaf pirrar og hann var alltaf fúll og hann hataði að hann þurfti að vinna með mér en mér liði alltaf rosalega vel, ég var bara geðið glaður og bara heilsa honum og leit bara eins og ekkert auðvitað skeið og það er okkur tækni til þess að gera. Ég ætla að tala þessa tækni hvernig við förum að þessu. Besta við það því að í 2 mánuði þá hataði hann að koma í vinnuna, svo fer hann heim til kærustu sinnar og kvartar og kveinar. Og þetta lækkar hans value bara sem maður. Getur ímyndað að búa með svona manni. Að því ég hef stjórn á tilfinningunum og ég veit hvernig að vinna úr þeim, hann ekki. Förum að síða þetta. Ég ætla að tala 3 viðfangsefni í þessu. Fyrsta er, í þessu 2 mánuði þá var hann alltaf fúll. En ekki ég, mér leið vel. Þannig að við ætlum að læra tricks til þess að gera þetta. Basically er þetta að hugsa eitthvað neikvætt eitthvað en bölva einhver, þú bara bölvaði sjálf bara segja þú fá þetta mikið bla 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 ég skal láta heyra eitthvað svoleiðis. Það er eins og drekka eitur og vonast eftir hinn manneska deyr sem aldrei fyrir að virka. Tilfinningar, ég horfi konsepti svona á tilfinningar til þess að svona taka toppin að því. Þannig að tilfinningar eru rosa alvarlegar en ég nægna að minnka alvarleikan með svona taka hans toppin að vera ekki eins alvarlegt. Og þá horfi á tilfinningar sem efnablanda, að það tilfinningar er bara chemicals, bara efni að fara líkamann. Bara eitthvað glussakerfi eitthvað svoleiðis. Þannig að og leiði ég horfa á þetta sem svona bara þetta er bara efnaformál sem er að fara líkamann. Þá verður þetta ekki eins alvarlegt. Ef þú ert með glas sem er fullt af kóki og sem kóki er vonda tilfinningar. Það eru vonda tilfinningar og það er svart. Svo ert með vatn og það er góða tilfinningar. Og ef þú ert með glas fullt af kóki og heldur einum sopa af vatni, þú finnur einhver mun og gerist ekki neitt. Þannig að yfir daginn, ef þú ert alltaf að hugsa eitthvað neikvægt og alltaf bölva eitthvað þá ertu bara að fylla líkamann þinn af neikvæðum vökva. Fylla glasi á bara Coca-Cola. Ég veit ekki hvort maður segja Coca-Cola. Og þá ertu komið með eitthvað bara slæmt. Og svo ætlar að vera jákvæðar að hugsa eitthvað jákvætt eða reyna að láta það líða vel. Og þá setur 1-2 sopa vatni í glasið en þá fullt af svörtu vökva. Kóki. Að geta komið veg fyrir að hugsa eitthvað neikvætt, gagnvart eitthvað öðrum er að sleppa að fara að fylla líkamann af neikvæðum vökva. Þannig horf ég á þetta. Þetta virkar mjög vel fyrir mig sko. Þannig að þetta er númer 1 sem ég að segja ykkur frá. Og svo er það annar hluturinn sem ég að tala þessu að það sem ég gerði til þess að ekki vera fúll og pirraður, fara bara gegnum þetta fyrirgefningaprocess. Skipti ekki máli hvort þú gerir það raunveruleikunum eða ekki, þá byrjuðu fyrirgefningar til sjálfæðins. Bara sorry að ég misti stjórn, bla 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 bla, og svo byrjuðu fyrirgefningar líka til hinnar manneskjunnar. Og gera þetta bara heilan og þarf ekki að gera þetta face to face og þarf ekki að gera þetta og þarf ekki að láta hann vita af því að þá fer þessi neikvæða tilfinning og þetta vonda. Það er fáránlega heimskulegt að vera með þessa hugsun að vera að ég ætla að vera reiður og pirraður út í þessa mannesku af því að hún er ekki búin að biðjast fyrirgefningar, hún þarf að biðjast fyrirgefningar og hún þarf að gera svona og hún þarf að gera það rétt svo mér getur liðið vel, svo ég get tekið þetta í sátt, annars ætla ég að vera pirraður og fúll í langa tíma. Og fólk er ofta að bíða bara í marga mánuði eftir einhver fokkin annar biður honum fyrirgefningar eins og þau að gefa honum leyfi til þess að líða vel. Það er fáránlegt sko. Og þú getur verið þannig í mörg ár sko. Það eru margir sem eru bara
eru þannig bara í mörg ár alltaf býða eftir eitthvað annar byggðist fyrirgefningar. Þannig að þess vegna viljum við byggjast fyrirgefningar í haustum okkar. Að heilin gerir ekki mun hvort þessu er raunverulegt ekki og þólunar að losa þessar tilfinningar. Og svo getur við farið yfir þakklætið. Hvað er þakkláttu fyrir aðstæðuna sem þú lendir í? Þetta kendir eitthvað og fyrir að horfa á og finna hvað þetta kendi er. Það kendi með þetta og þetta og þetta. Og það sem gerist er að staða fyrir að horfa á aðstæðuna sem neikvæðar og einbytta sér á hvað er allt vitlaust og þú fyrir að einbytta á hvað er gott, hvað þú lærðir, hvað getur verið þakkláttu fyrir. Og það er alls konar hlutir eins og afi, og ég ætla að skipta umræðni, eins og ég misti afa minn daginn. Þegar ég misti hann, þá var ég ekki leiður eða sár eða fúll. Ég fekk tíma að eyða með honum seinustu dagana. Þannig ég voru svo ánægður að hafa fengið þetta. En ég hefði alveg getað hugsað að ég misti afa minn, ég ógstilega leiður og ömurlegt að hann er farinn og hann aldrei geta að tala hann aftur. Þá býr neikvæðar tilfinningar. Þannig að ef við æfum okkur í að finna hvað gott úr aðstæðunum, hjálpar rosalega mikið. Því meira þú fyrir að einbytta á hvað var gott, eða einbytta á hvað var slæmt, þetta er basically munurinn okkur fólk er hamingjusamt eða ekki. Það er það einfalt, af því að það bara horfir á það sem er gott og þá er lífið gott. Ef þú horfir á það sem er slæmt, þá er lífið slæmt. Það er basically hlutir, þetta er basically málið. Þannig að og þegar maður æfir sig að sjá alltaf það góða, þá alltaf byrja allt bara að vera gott í kringu því. Ég meina allt gott í kringu mig því að ég er svo vanur að sjá bara alltaf það góða. Það er ekki neitt slæmt, það er ekki neitt vont í lífinu. Svo þriðja sem ég ætla að tala um, David Goggins, hann kallar þetta take their soul, taka sálina þeirra. Og það er basically það sem við erum að fara að gera. Það er rosalega vont ef eitthvað særið eða vondu við þig og gerið eitthvað illt eða kalla illu nöfnum og eitthvað svoleiðis og mann er verið reiður og fúll og vil ekkert meira heldur en að segja eitthvað ljótt tilbaka og hefna sín fyrir suma en það er leið til þess að gera þetta þess að þú vinnur. Í rauninni það skiptir með áli bara þú. Alveg saman hvað hinn manneskjan, það skiptir með áli og þú heldur þér í góðu ástandi að þegar kemur á þér að provæta fyrir fjölskyldu og vera í góðu skapi fyrir alla í kringu því, það skiptir öllu máli, ekki hinn manneskjan þegar hún er bara NPC fyrir þér. Leðu þú fyrir að sína það og sérst reiður fúllega pirrar, sérstaklega þú ert að gera þetta eins og gæinn í vinnunni, hann var í 2 mánuði alltaf verið í fílu, alltaf verið fúll, vil ekki svara mér þegar hann er að reyna að stjórna mér, er að reyna að hafa áhrif að sína það að ég særðan, þá er hann að hefna sín. Það er svona, ég ætla bara að sína honum í 2 heimann, ég ætla bara að vera fúll og gjöna sælir trínmend og Ég veit að hann er að reyna að ná þessu áhrif, að reyna að vera stjórna mér eins og eitthvað strengjabrúðu, að þá viltu gera akkurat öfugt heldur en að vera eitthvað pirrar eða fúll eða sár. Og þú ert að gera þetta því að þú gerir þetta eins og fyrir mig á þessu tíma, þetta let mér líða fokki vel, af því að þá vissi ég bara að hann var að fokkin ég var á böggan, ég var að vera pirraður og hann bara þoldi ekki að vera í kringum mig. Að það er að því að þú er búin að fyrirgefa sjálfum þér, búin að fara þetta progress, ekki tala neitt illt um hann í hausnum, segja bara góða hluti og ég fyrir að betur sinna, bara eitthvað, hann bara vissi ekki betur, eða bara lága ekki illa á hann og greiðstrákurinn. Þannig að þú fyrir ekki að hugsa eitthvað neikvætt, þó að sé gagnvart honum, að því að ef þú sýnir það að þetta hafði ekki áhrif, að þú mæti bara glaður og bara hress og kátur og svona, og það mun fara með hina manneskjuna. Þú ert að bara, þetta er pínu svona, ég veit ekki, siðferðis vitlaust, að þú ert að virkilega stinga hina manneskjuna, Ástæður að gera þetta, þú heldur bara þínu lífi áfram. Þú heldur bara áfram að vera glaður og gera svo vilt gera og lef honum bara verið í sínu sorgum, og ekki sína það að hann hafði eitthvað neikvæð áhrif á þig. Þú vilt freka sína það, þér líður vel, þú ert glaður, þú ert hamingjusamur. Af því að það er það sem mun böggan. Fólk vil frekar segja þú sem ekki fáið þetta ekki að sæltrýmið til þess að virkilega sína fólki að þú særa það. Sýndu akkurt öfugt. Sýndu bara út glaður og hamingjusamur og talaði við hann bara eins og ekki að segja já, hvað segirðu, eða kíkja bara á verkefnið. Af því að þetta mun fólk mun alveg missa sig það bara þolir þetta ekki. Þetta heitir líka kill them with goodness eða kindness. Þetta nota ég rosalega mikið og þetta er mjög powerful þegar lærir og kanta á þetta og getur mastera þetta. Ég til dæmis nota þetta ekki stoltur á mannesku þegar ég er mjög væntum og mörg ár síðan ég þá nota þessa aðferð og það særum ennþá í dag mikið að gera þá og mér finnst rosalega leðilegt að hafa gert það. Þannig að það er mjög valið að þú ert að fara að sína eða nota þessa tækni ef hún meikar sens fyrir þér. Annar þáttur minn, ég þarf svona að læra hvernig ég get útskýrt það á svona skilríkan hátt. Þannig að þetta meikar ekki sens, láttu maður vita þannig að ég get betur bætt mig.
Þetta allan að þessi 3 hlutir varðandi þessu sögu þegar fólk fyrir fílu, það að reyna að stjórna þér eins og þú setti eitthvað pöppi. Við viljum minnka að fólk hefur áhrif á okkur. Þegar alvöru maður lætur ekki annan hafa stjórn á sér. En meðan maður á stað sem er kannski ekkert í stafni fyrir manni og maður ekki að gera neitt og þá vil heilin leita í allt sem er neikvætt og allt sem er að. Þannig ef þú lendur upp á kanta upp á einhverjum, sýndu bara eins og það ekki áhrif og ert hamingjusamur. Það er langbesta leiðin. Og þá núna komið á svolítið þjæstaringunni, fólk sem hefur áhrif á þig sem þú bara þekkir ekki og veist ekki. Þá ég meina sögu. Ég myndi að þú ert í útlöndum, þú ert með viniðinum, þú ert að skemmta þér ógeðslega gaman. Þið eru að ná einhverju báti, þið eru í einhverju vatnagarði eða bara liggja á ströndinni og eitthvað svolítið og þú, ég hlaðast að tjekka á símanum og tekur hann upp og fer eitthvað að skrolla og horfa eitthvað vídeo eða fréttir eitthvað og svo verður að lesa kommentakerfið. Og lest eitthvað kommentana sem virkilega gerir þig reiðan. Það bara nær til þín, bara eitthvað að segja eitthvað sem er ekki með þín gildum sem það geta ekki. Segir eitthvað sem virkilega særi þig eða gerir þig reiðan eða pirraðan. Þannig að hann með þjastur ykkur að þér. Viljum ekki eitthvað annar getur stjórna okkur með ykkur kommenti. Þannig að hvernig lögum við þetta? Hvernig förum við að því að ekki láta hann, hún, hann, það stjórna okkur? Eitt er að vera rosalega meðvitaður þetta þegar þetta gerist. Þetta er að gerast, þú finnur þetta og allt sem ég sagði en áður getur notað það sem þú ert að spila Dota og þú ert með mana og þú ert að spila leikinn. Þú vilt ekki nota mana á creepin litlu af því að það kemur ykkur heti og þú er búin að klára mana og þá getur ekki gert neitt. Sama með allt svona, fólk sem stjórna tilfinningalega með ykkur þjastringu sem þú þekkir ekki eða veist ekki eða þegar þekkir. Þetta er basically að bara eyða manaðinu í einhvers sem þú færð ekki tilbaka eða þá ert ekki tilbúin þegar eitthvað stórt gerist til þess að berjast. Sem þýðir að hver skipti sem þú leifir einhverjum áhrif á þig ert að missa orku. Þú ert bara með 100% orku í daginn, svona andlega og líkamlega og bara halleluja og allt þetta. Þú ert bara með 100%. Hvert skipti sem orkan fyrir eitthvað sem skiptir ekki máli, sem er ekki að fara að gera neitt gott fyrir, ert að missa orkuna. Og svo fara aftur 100% orku deginum eftir. Og þú getur ímyndað að þú hittir 100 manns yfir daginn og helminguna af þessu fólki hefur áhrif, neikvæð áhrif á þig. Þú getur ekki breytt fólkinu, þú getur ekki breytt hvað þau segja eða gera eða nei. Eina sem þú getur breytt er heilanum á þér. Þýðinguna sem þú setur á bakveða. Þannig að þú spyr bara, er þetta að fara að hjálpa mér að hugsa neikvætt eða vera pirrar út af þessu kommenti eða hvort er ég að tala við sjálfa manneskjuna eða rífast manneskjuna heilanum að því hún sagði eitthvað á kommentakerfinu. Hún býr erlendis eða öðru bæjarfélag, hún veit ekki eins og þú sér til. Þannig af hverju leyfa henni að fá þessa orku? Af hverju gefa henni tíman þinn þegar þú getur notað þetta eitthvað sem skiptir meira máli? Og svo það númer 2 og þetta er mitt uppáhald til þess að gera. Þetta hjálpar rosalega mikið. Það er að sýna auðmýkt og sýna auðmýkt er líka að sýna þessu skilning. Ef þú ert að lesa eitthvað komment sem einhver er að tjá sig eitthvað sem maður segir eitthvað þú ert ekki sammála honum og starfröður reiður, pirrar, fúll eða eitthvað svoleiðis að þá reyna að búa til nýja þýðingu á baku þetta. Þú getur sagt til dæmis við sjálfa að hann veit ekki betur eða hún vantar bara meira upplýsingar eða eitthvað svona annað en að þessi auðmiki og heimskur. Það er ástæður og vilt ekki segja að ég skal segja okkur á eftir. Finn eitthvað aðrar ástæður eða bara hann á eftir að læra eða bara honum finnst þetta að vera rétt og það er alltaf læg, ég ætla að leyfa honum það að því ég er ekki sammála honum. Gerir svona miklu meira auðmýkt eða skilning eins og þú ert ekki að fara að rífast við 5 ára frænda en að heiminu sé bleikur. Þú bara, ok, ekkert mál, þú mátt halda 5 ára, allt í góðu. Ok, ég skal nú skilja það betur. Eins og þegar ég er að keyra, margir er alltaf pirraðir umferðinni og þess að ég geri það, ég vil ekki vera að keyra en í vinnuna eða keyra eitthvað í fríinu mínu að fara út á land með einhverjum og vera síðan pirraður og fúll og skemma daginn fyrir mig. Þá segi ég alltaf við sjálfum mig, það er gamalt fólk í umferðinni, það er óöruggt fólk í umferðinni, það er fólk sem bara kann ekki keyra og það er alltaf læg. Það er fólk sem er nýkomin prófið, skilur, úlingar, er ekki nóg mikla reynslu. Ég sýni þessu auðmýkt, ég sýni þessu skilning að það eru ekki allir bara alveg með spot on að keyra. Og einhver keyra hægt, það er alltaf læg, hún bara 70 ára gamall maður. Af hverju reiður og pirra, af hverju láta hann stjórna manni. Gefur hlutunum nýja þýðingu, staðan fyrir að fara strax að hann er bara auðmýki og fáti og það er ástæða okkur vill ekki gera. Þegar sem þú ert að keyra og það er einhver á vinstri akrinni, hún er að keyra hægt og þú bara djöfusins helvítis fáti er þetta að keyra hérna á vinstri á vinstri og ert að blóta. Svo kemur dagur sem þú ert að keyra og þú gleymir og þú keyrir á hægt og þá ertu basically að segja við sjálfa að þú ert þessi manneskja.
og þegar þú segir eitthvað annars segja eitthvað, þá ert að segja að þú sért það og þú ert líka að búa til þess að neikvæða tilfinningu sem þeir byrja bara að fylla glasi af svörtu vökva. Sama eins og þegar fólk ofta að segja hann er svo heimskur, hann er svo heimskur, hann er svo heimskur. Svo lendir þú í eitthvað atriði sem þú kannski ert ekki með alla upplýsingarnar en gerir eitthvað sem þú myndir segja eitthvað annar heimskur, þá byrja að segja að þú sért heimskur. Þannig að með að sýna öðrum auðmýkt og skilning ertu líka að sýna sjálfa þér auðmýkt og skilning. Eins og fyrir mér, það er ekki til heimst fólk í kringum mig. Ef eitthvað manneskja heimskur, þá er það meira bara því að henni vantar frekar meira upplýsingar. Hún kannski er ekki búin að kynna sér efnið. En ef leiði að fara að segja að fólk sé heimst, þá þegar ég lendi atvikum sem ég veit ekki eitthvað, þá er ég búin að segja ég sé heimskur við sjálfa mig, ómeðvitað. Þannig að það er stoppa og það komið veg fyrir að fara að segja hvað fólk er og blóta fólk niður, að þú ert bara að gera það fyrir sjálfa þig. Það er eins og drekka eitur og eitthvað annað deyr. En þú veist að segja eitthvað eitthvað sem hann heyrir ekki og bara haustinu, þá er það bara að segja þetta sjálfa þig. En að þriðji hluturinn með fjarstýringuna sem hann skilur og fattar, það er meira svona upplýsingar heldur en eitthvað tricks hvað getur gert. Þetta kallast heimatilfinning. Þetta er tilfinning sem þú vilt vera í. Og þegar ég var krakki þá man ég eftir að ég var heima, ég fór út í gluggakistuna til þess að horfa út, að þegar ég var að búa til eitthvað tilfinning að vera sad back in the days, þá var ég alltaf leiður, ég var alltaf sad, leiður, þunglindur, var það ekki núna, aldrei aftur. Og þetta kallast heimatilfinning. Og þessuna eru sumir alltaf reiðir, sárir, fúlir eða stressaðir eða kvíðin, að þegar líkaminn er vanur að fá þessu efni, að því tilfinningin er bara efnaformúla, efna að blanda eitthvað svoleiðis. Líkaminn vera háður þessu og hann reynir að finna alltaf aðstæður eða búa til einhver hugsanir til þess að fá þetta aftur. Hann að líkaminn háðu tilfinningunni, heima tilfinningunni. Og ég nota þetta þegar það kemur í dag einhvern tímann svona, hvað spyrir við leiður eitthvað svona, og þá hugsaði ég, herru, líkaminn er reyna að fá mig til þess að hugsa eitthvað sem gerir mig leiðan, að því hún langar að fá skammti sinn. Ef þú ert vanur alltaf að vera reiður, þá reynir heilin að finna ástæðu til þess að gera þér reiðan. Fara og lesa kommentarkerfi og lesa eitthvað og láta þetta komment virkilega stinga í. Og ástæðan okkur að kommentið hefur eitthvað áhrif á mann, að því að heilin heldur og upplifir að þú ert að lesa kommentið að manneskan stendur fram hann að segja þetta. Og fyrir mig að horfa á þetta svona að setja nýja þýðingu, að heilin og líkaminn er að reyna að fá mig til þess að vera leiðan, að því hann er bara háður tilfinningin. Þannig að ég stoppa það. Ég bara, nei, þetta vil ég ekki. Ég ætla ekki að leyfa að fá skammtið minn fyrir að hugsa eitthvað jákvætt. Þetta er bara æfing. Svo er búin að gera þetta það mikið að þú þarft ekki að gera þetta. Í dag þarf ég ekkert að gera þetta. Þetta er bara innilega, ég kom með nýja heimatilfinningu. Basically nýja tilfinningu að þið er búin að líða svo vel í langa tíma, en líka mann er háður því. Þannig að hann reynir frekar að gera eitthvað hluti til þess að ná því fram heldur en eitthvað annað. En þetta tekur tíma. Þannig að þá er öðrum þætti lokið. Takk fyrir að hlusta.